Margir foreldrar kannast líklega við það að barnið þeirra talar og jafnvel endalaust. Þetta samt óskup eðlilegt því börn þurfa að tala mjög mikið, segir Theodóra Mýrdal, sérkennslustjóri hjá leikskólanum Tjarnarseli í Reykjanesbæ. En fullorðna fólkið hefur ekki alltaf þolinmæði til að hlusta á þau. Eins og staðan núna þá hafa börnin okkar ekki málið á valdi sínu. Mjög slakur málþroski að koma í ljós bæði hjá íslenskum og erlendu börnum sem búa á Íslandi. Það var nýlega rannsakað á landsvísu hvernig orðaforði barna í landinu stendur í dag og því miður hefur orðaforði þeirra snarversnað. Skýringin líklega sú að börn eigi ekki nógu miklum samræðum við fullorðna lengur. Það of mikil þögn. Kennarar leikskólans Tjarnarsels í Keflavík hafa búið til námsefni sem notað víða land til að þjálfa upp orðaforða, en leikskólastjóri skólans, Árdís Hrönn Jónsdóttir, samdi bókina Orðaspjall að efla orðaforða og hlustunarskilning barna með bóklestri. Theodóra Mýrdal hefur einnig lagt sitt af mörkum til að efla málörvunarstundir í leikskólanum og til þess að efla allt starfsfólk leikskólans til þess að vera með markvissar málörvunarstundir með börnunum. Marta Eiríksdóttir blaðamaður Víkurhjalla ræddi við Theodóru. Orðaforðinn, í dag erum við að standa í því að við erum með mjög slög börn sem hafa ekki málið og við þurfum að vera með samstarf við foreldra þetta þarf að gerast heima og þetta þarf líka að gerast í leikskólanum. Við þurfum að þjálfa upp orðaforða. Það er undirstaðan að öllu. Ef þau að geta lesið sér til gagns þegar þau eru komin í skóla, þá þurfum við að hafa grunnorðaforða og byggja ofan á hann. Það er bara þannig að íslensk börn sem eru með íslenska foreldra, þau eru jafnvel ekkert betur stödd heldur en börn erlendra foreldra. Þess að foreldrar í dag eru því miður ekki að lesa fyrir börnin sín og að tala við þau. Sko, ég er ekki að segja allir foreldrar, en svona of stór hluti af foreldrum er ekki að gera þetta. Þannig að við þurfum bæði að lesa og tala og bara vera með börnunum okkar, ekki rétta þeim iPad eða síma. Við erum að tala bara þegar þú ert að elda matinn eða klæða þau í náttföt, þú ert að baða þau, þú ert að eiga svona gæðastund með þeim. Þú setur bara orð á athafnir, nú ætlum við að fara í náttfötin, nú erum við að fara að setja hendina í ermina og nú erum við að skera niður gulrætur eða við ætlum að fara að leggja borð. Hvað er þetta? Þetta er diskur, þetta er gaffall, þetta er nífur. Bara vera með þeim og meðan við erum að gera hlutina. Við getum átt gæðastund með sjálfum okkar þegar börnin eru farin að sofa. En á meðan þau eru vakandi þá þurfum við að vera með þeim. Að sinna þeim. Þú talar 4 klukkustundir jafnvel, foreldrarnir koma og sækja 4-leytið og börnin eru farin að sofa klukkan 8 og börn sem jafnvel vilja ekki láta lesa fyrir svo bók. Ertu með einhverja ábendingar til foreldra? Hvað geta þau gert í staðinn ef að barni hefur ekki áhuga á bók? Hvernig geta þau þá sagt þeim sögur eða hvað? Sko, það er mjög góð leið, það er að segja þeim sögur af sjálfum sér þegar börnin eru lítil. Öllum börnum finnst gaman að hlusta sögur sig og jafnvel að segja sögur af þegar foreldrarnir eru litlir, bara segja þeim eitthvað. Þú veist, Siggu fannst rosa gaman að hoppa út í sundlaug þegar hún var eins og hálfsárs eða þú veist. Þetta þarf ekki að vera flókin. Þessi gæðastund milli foreldris og barns þarf ekki að vera flókin. Hún þarf ekki heldur að vera með bók ef barnið vill það ekki. Bara segja sögu. Þetta viðhorf foreldra, er það vitleysa eða er það rétt tilfinning hjá mér að foreldri, honum finnst jafnvel að leikskólinn eða grunnskólinn eigi að sjá þessa þætti og svo heima eigi barni bara að fá að vera frjálst, auðvitað frjálst, en að það þurfi ekkert að tala mikið við barni heima. Finnst þið vera einhver tilhneiging í þess átt? Því miður, já. Það er svona ekki, já, þetta er svona
maður sér þetta svolítið að þegar þau koma heim, jú, þau eru þreytt auðvitað, þú ert búin að vera í vinnun í 8 klukkustundir, ég lít á barn sem er í leikskóla frá 7:45 til 4:45, það er búið að vera í vinnu allan þennan tíma, auðvitað er maður þreyttur, en þessi skjátími, ég er ekkert á móti iPad eða símum, alls ekki, þeir eru gagnlegir, en við þurfum að hafa smá mörk á þessu. Og mér finnst mjög sorglegt ef ég sé foreldri, kannski eitt með barni, foreldri er í símanum og rétti barni iPad. Og það er engin örvun í gangi. Ef barn, til dæmis sem er með seinkaða málþroska, á að ná einhverjum árangri, þá þarf að fara fram örvun í leikskólanum líka heima. Og þá er ég ekki að tala að setjast niður og vera með vinnustund með barninu. Bara að nota þennan tíma sem þið eruð sem foreldrar eru að elda mat eða baða eða kannski eldri systkini að lesa eða læra heima sjálf. Bara að setja orð á athafnir. Bara tala við barnið daginn og veginn og bara, já.